Já, Heimir, tap í dag, er þetta svekkjandi? Já, þetta er svekkjandi. Töpum í vítakeppni sem að getur allt gerst, en kannski vonbrigði seinni hálfleikurinn því mér fannst þeir byrja betur, svo tókum við yfir leikinn, spiluðum frábærlega á köflum, byrjuðum svo seinni hálfleikinn vel, en bara náðum ekki að fylgja því eftir og urðum einhvern veginn bara hættum að hreyfa okkur og náðum ekkert að spila neitt fótbolta, en við fengum samt, vorum alltaf að fá einhverja möguleika og ég sjálf sér þeir líka, þannig að þetta var skemmtilegu leikur, en svo náttúrulega fékk liðið sér hvort dauðafæri minnum í seinni hálfleik og svo bara eins og ég segi, vítakeppni er bara vítakeppni og við töpum. Myndi segja eftir þegar þeir skora með markið, þeir detta mjög mikið niður tilbaka og þeir taka yfir leikinn? Nei, já, eftir að við skoruðum, þá fannst mér við detta niður of mikið og náðum ekki að halda boltanum nógu vel og bara seinni hálfleikurinn var ekki nógu góður. En heilt yfir frammistaðan? Já, ég meina heilt yfir var þetta tvö góð lið að mætast og hörkuleikur og frábær stemning á vellinum og stuðningsmenn Fylkis frábærir og við þurfum bara að reyna aftur að ári og ekkert meira það að segja. Þú talar um þessi dauðafæri, bæði liðið fengið dauðafæri. Finnst þér að þið að gera betur ákveðna færa nýtingu í dag? Já, mér finnst það að maður geta gert betur í færanýtingunni, en ég ætla ekkert að, ég meina, menn skildu allt eftir á vellinum og það er ekkert hægt að biðja mikið meira. En samt markið sem fá okkur, er þetta klaufalegt hvernig það virkar senan? Markið, já, það var svolítið klaufalegt, en ég man ekki alveg hvernig hvernig það kom. Það var eitthvað fór í einhvern og inn og það er bara eins og það er. Hvernig lítur þetta eftir leikinn, er eitthvað að læra af þessu? Já, ég meina þetta er mikið af leikmönnum sem kannski hafa ekkert spilað svona stóra leiki og það er alltaf bara reynsla og fer í bankann og maður nýtir sér það þegar fram í dregur.